Í þingkosningunum 1991 vann Sjálfstæðisflokkurinn aftur það fylgi sem hann hafði tapað 4 árum áður. Borgaraflokkurinn hvarf úr sögunni. Stjórnarflokkarnir héldu meirihluta en Alþýðuflokkurinn vildi slíta samstarfinu þótt honum byðist forsætisráðherrastóllinn. Svífur yfir Esjunni sólroðið ský. Davíð Oddsson myndaði stjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks eftir nokkura daga viðræður við Jón Baldvin Hannibalsson úti í Viðey. Ég held að fyrsta verkefnið verði það að koma hér böndum á fjármál ríkisins sem hafa farið gjörsamlega úr böndum upp á síðkastið. Stjórnin hvarf frá styrkjastefnu fyrir stjórna, stefndi að opnara hagkerfi og frjálsari viðskiptum. Atvinnutryggingasjóður, hlutafjársjóður og framkvæmdasjóður voru lagðir niður og reglur hertar útlán byggðasjóðs. Haft var á orði að forsætisráðherrann hefði tengt hjá sér biðstofuna. Fyrirtækjum var nú ekki lengur haldið gangandi með stórfelldum opinberum styrkjum. Sögulegust varð rekstrarstöðvun Sambands íslenskra samvinnufélaga 1992, en Landsbankinn tók til sín mestallar eignir þess og seldi. Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hóf stórfellda einkavæðingu. Aðhald var aukið í peningamálum. Það hélt verðlagshækkunum í skefjum. Þess vegna stóðst þjóðarsáttin sem aðilar vinnumarkaðarins höfðu samið 1990 en hún hafði verið í hættu vegna hallareksturs ríkissjóðs. Fyrrverandi fjármálaráðherra tók illa ádeilum á fjármálastjórn sína. Ég hélt satt að segja ekki og ég vona mér fyrirgefist að ég segi það að svona skítlegt eðli væri inn í hæstvirtum forsætisráðherra en það kom nú greinilega hér fram. Friðrik Sófussyni fjármálaráðherra tókst á 6 árum að eyða hinum þráláta fjárlagahalla fyrri ára. Fjárlagagerð var breytt og komið í veg fyrir skuldasöfnun ríkisins hjá Seðlabankanum. Sparnaðartillögum var misjafnlega tekið. Í allt haust höfum við spurt, af hverju þora menn ekki að setja skatta á ríkt fólk fyrir það verður veikt? Sjálfstæðisflokkurinn hvarf frá tillögu sinni tvíhliða samning við Evrópusambandið og studdi nú aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Lokið var við samninginn Evrópska efnahagssvæðið 1992. Skeið leit út fyrir að gildistaka samningsins myndi tefjast. Það Ísland sem tekur mesta áhættuna af því ef þetta mál dregst á langinn. Hinir hafa annan kost sem inngangan í Evrópubandalagið, það höfum við ekki. Þess vegna á ekkert ríki eins mikið undir því komið að við staðfestum þennan samning í allra fyrsta. Alþýðubandalagið greiddi atkvæði gegn aðild en Framsóknarflokkurinn klofnaði. Steingrímur Hermannsson formaður greiddi atkvæði gegn aðild en Halldór Ásgrímsson varaformaður sat hjá. Það engin blómabrekka inni á Evrópska efnahagssvæðinu. En það mikill misskilningur að halda að það sé einhver blómabrekka þar fyrir utan. Þingmenn Kvennalistans greiddu atkvæði gegn aðild nema Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem sat hjá. Allir þingmenn Alþýðuflokksins og langflestir þingmenn Sjálfstæðisflokksins samþykktu aðild. Atkvæðagreiðslu lokið. Já sögðu 33, nei sögðu 23 og 7 greiddu ekki atkvæði. Andstæðingar samningsins skoruðu á forseta Íslands að staðfesta hann ekki. Nei, það var aldrei efasemdur það, hann í staðfestur því að það mjög föst og rík stjórnskipunarhefð á Íslandi að forseti Íslands gengur ekki gegn þinginu, meirihluta þess. Ísland var fyrst ríkja til þess 1991 að viðurkenna aftur sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna 3. Utanríkisráðherrar þeirra gerðu sér ferð til Íslands. Nýtt hús var smíðað fyrir Hæstarétt, en miklar breytingar urðu líka á lögum og rétti í landinu. Dómsvald og framkvæmdavald var skilið betur að en áður 1992, einkum vegna úrskurðar frá Mannréttindadómstól Evrópu. Það má heita að við séum loksins að losa okkur undan klyfjum einveldisins með þessari breytingu. Ný upplýsingarlög auðvelduðu aðgang að upplýsingum. Stjórnsýslulög tryggðu aukinn rétt einstaklinga gagnvart ríkisvaldinu. Réttindi samkynhneigðs fólks voru fest í lög,
þar á meðal staðfesta sambúð. Áhuga fólk sígilda tónlist fagnaði þegar Niflungahringur Wagners var sýndur í Þjóðleikhúsinu 1994. Kammersveit Reykjavíkur varð 25 ára 1998. Tvö forræðismál ollu uppnámi. Tyrkneskur barnsfaðir Sofíu Hansen hafði sótt dætur þeirra til Íslands og ekki leyft þeim að snúa aftur. Sofía reyndi árangurslaust að fá þær heim, en ofsatrúarmenn í Istanbúl gerðu aðsúga að henni. Tveir bandarískir barnsfeður Ernu Eyjólfsdóttur reyndu með aðstoð bandarísks öryggisgæslufyrirtækis að sækja dætur sínar hingað og fara með þær til Bandaríkjanna. Þeir höfðu ekki erindi sem erfiði og annar þeirra var dæmdur hér fyrir barnsrán. But I would say that's physically impossible for a father to kidnap his own daughter. Í upphafi 10. áratugar skiluðu fiskifræðingar svörtum skýrslum ástand þorskstofnsins og dregið var stórlega úr leyfilegum heildarafla. Við erum að fara niður í veiði sem væri undir því lægsta sem við höfum áður veitt frá því að landhelgin var færð út í 200 mílur. Alþýðuflokkurinn vildi taka gjald af útgerðinni en Sjálfstæðisflokkurinn ekki. Allt tal skatta og álögur á sjávarútveginn við þessar aðstæður alveg út í blámóðu fjarlægðarinnar. Þetta stríðsyfirlýsing gagnvart þeirri staðfestu viljayfirlýsingu þjóðarinnar sem staðfesta vandar í skoðanakönnun að mikill meirihluti þjóðarinnar sömu skoðunar og við. Skipuð var svokölluð tvíhöfðanefnd til að sætta sjónarmið flokkanna. Hún lagði til nokkrar breytingar á kvótakerfinu en deilur héldu áfram þótt tillögunum væri flestum hrint í framkvæmd. Eftir að ljóst varð 1991 að Alþjóða hvalveiðiráðið myndi ekki heimila hvalveiðar þrátt fyrir gott ástand hvalastofna við landið, gengu Íslendingar úr ráðinu. Vegna áróðurs umhverfisöfgamanna erlendis treystu Íslendingar sér þó ekki til að hefja hvalveiðar. Ríkisstjórnin afnam aðstöðugjald og lækkaði verulega tekjuskatta á fyrirtæki í því skyni að afstýra stórfelldu atvinnuleysi. Verðlag hélst stöðugt frá 1991 og út öldina. Verðbólga var svipuð og í nágrannalöndunum, oftast innan við 5% en hafði áður verið miklu meiri. Stöðugleikinn auðveldaði langtímalán til húsakaupa en áður hafði öll orka ungs fólks árum saman farið í að koma sér þaki yfir höfuðið. Kreppunni var lokið og farið að rofa til í atvinnulífinu þegar Íslendingar héldu upp á 50 ára afmæli lýðveldis sumarið 1994. Við minnumst þess í dag að hálf öld liðin síðan því var lýst yfir hér á Lögbergi að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands væri gengin í gildi hinn 17. júní 1944. Gömul kona sem hér var þá sagði mér strák frá þessum atburðum. Var ekki ausandi rigning, spurði ég. Jú, það var yndisleg rigning, sagði hún. Þjóðhöfðingjar hinna Norðurlandana sóttu hátíðina, þar á meðal Margrét Danadrottning, en afi hennar hafði verið konungur Íslands fram að lýðveldisstofnun. Sjálf hafði hún verið íslensk prinsessa til 4 ára aldurs. Det en stor og smuk oplevelse for prinsen og mig i dag at være med til at fejre Republikken Islands 50 års jubilæum. Gárungarnir kölluðu þjóðhátíðina þjóðvegahátíð vegna mikilla umferðartruflana. Fegurðarsamkeppni Íslands var með hefðbundnu sniði. Í annarri fegurðarsamkeppni, ungfrúisland.is, komu keppendur ekki fram á sundbólum. Miss
Fegurðarsamkeppni pilta hófst aftur 1996 eftir nokkur hlé. Þór Jósefsson! Herra Ísland 1996 og ljósmyndafyrirsæta. Áhorfendur sjónvarps fylgdust með baráttu Gauja litla við aukakílóin. Nú fjölgaði því fólki sem stundaði líkamsrækt. Magnús Skeving náði góðum árangri á þolfimimótum erlendis og kenndi Íslendingum þá íþrótt. Markús Örn Antonsson varð borgarstjóri 1991. Vorið 1994 ákváðu vinstriflokkarnir að bjóða fram svonefndan Reykjavíkurlista gegn sjálfstæðisflokknum í Reykjavík. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir úr kvennalistanum var borgarstjóraefni þeirra. Þá dró Markús Örn sig í hlé og Árni Sigfússon varð borgarstjóri. Reykjavíkurlistin hlaut meirihluta í borgarstjórn og Ingibjörg Sólrún varð borgarstjóri. Næstu ár fjölgaði leikskólum í borginni og nýir skólar risu. Það sem Reykjavíkurlistin leggur áherslu á og við í okkar pólitík þessi velferðarþjónusta að byggja hann upp, en byggja hann upp með nýjum hætti. Við erum ekki að tala til dæmis eins og í félagsþjónustu eitthvað velferðarkerfi sem byggir á skjólstæðingum og ölmusu, heldur fólki sem þar með ákveðin réttindi og við skilgreinum mjög skýrt réttindi fólks en jafnframt ákveðina skyldur. Baldur Hermannsson gerði heimildaþættina Þjóð í hlekkjum hugarfarsins 1993 þar sem hann hélt því fram að vinnulíður hefði verið kúgaður á fyrri öldum. Sveitabærin var bólstaður ólýsanlegra grimmdarverka. Þættirnir voru umdeildir. Ég mótmæli því að hann hefði verið að fjalla bændaveldi. Hann var að fjalla bændahöfðingjaveldi. Hann að tala samfélag þar sem að 19 af 20 bændum voru leiguliðar, kúgaðir, bláfátækir leiguliðar. Þjóðarbókhlaðan var tekin í notkun á fullveldisdaginn 1994 en hún hafði lengi staðið ófullgerð. Eftir fall Sovétríkjanna haustið 1991 kom í ljós í sovjeskum skjalasöfnum að íslenskir sósíalistar höfðu hlotið fjárstuðning að austan, þar á meðal bókafélagið Mál og menning. Almenna bókafélagið varð gjaldþrota 1996. Árið 2000 sameinuðust Mál og menning og Vaka Helgafell í bókafélaginu Eddu. Guðjón Friðriksson gaf út ævisögur tveggja svipmestu einstaklinga aldarinnar, Jónasar Jónssonar frá Hriflu og Einars Benediktssonar. Þór Whitehead skrifaði Ísland í seinni heimsstyrjöld. Fólk flykktist á námskeið Jóns Böðvarssonar Njálu og í ferðir hans á Njáluslóðir. Það held ég að svona dragi fólk að tala þetta eins og bara kunningja sína eða svona, já, vini, en ég tek þetta aldrei sem fornsögur. Flokksblöðin dóu. En vikublaðið Séð og heyrt, sem hóf göngu 1996, rann út. Sjónvarpið flutti af Laugavegi í útvarpshúsið í Efstaleiti árið 2000. Stöð 3, sem stofnuð var 1995, lifði aðeins í tæp 2 ár. Þá sameinaðist hún Stöð 2. Til varð öflugt fjölmiðlafyrirtæki, Norðurljós, að mestu í eigu Jóns Ólafssonar. Ég held að það verði að segjast eins og að ég hef ekki farið í nein viðskipti allt mitt líf
án þess að hafa það að aðalleiðarljósi að hagnast á því. Skjár 1 hóf útsendingar 1999. Þar skipaði innlent efni veglegan sess. Það líka munur á erotík og klámi. Það nú voðalega erfitt að setja puttan á það. Það er ekkert erfitt. Því að hver einstaklingur dregur það strik. Ég er að tala misnotkun á ofbeldi og misbeitingu valds. Við greinilega drögum strikið þarna sitt hvorum megin. Ég kann nú eina skilgreining, erotík leiðinlega, klámi skemmtilegt. Það nú ein skilgreining þekkt. Já, mín skilgreining reyndar svo að erotík eitthvað sem þú myndir horfa á með konunni, en klám viltu helst horfa á einn. Menn tóku að minnstakosti ekki konur sínar með á súlustaðina sem spruttu upp í Reykjavík. Núna allt seinna, því ég stífir heimstata. Páll Óskar Hjálmtýsson vakti athygli í Eurovision-keppni 1997 þótt ekki fengi hann mörg atkvæði. Óhefðbundnum trúarhreyfingum óx ásmegin. Hvað sækir fólk til ykkar? Það sækir til okkar þessa fersku tjáningu trúarinnar. Það sækir til okkar það að við trúum orði Guðs. Í Alþýðuflokknum var stirt á milli Jóns Baldvins Hannibalssonar og varaformannsins Jóhönnu Sigurðardóttur. Jóhanna bauð sig fram gegn Jóni Baldvin á flokksþingi 1994. Þar sem Jón Baldvin hefur fengið 60% atkvæða telst að réttkjörinn formaður Alþýðuflokksins Jafnaðarmannaflokks Íslands. Því í sigri geta rætur ósigur leynst en í ósigri rætur velgengni. Minn tími mun koma! Jóhanna gekk úr Alþýðuflokknum 1994 og stofnaði stjórnmálaflokkinn Þjóðvaka. Guðmundur Árni Stefánsson, heilbrigðisráðherra, sagði af sér 1994 eftir að hafa verið harðlega gagnrýndur fyrir ýmsar yfirsjónir. Fríða Á. Sigurðardóttir hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1992. Á dauða mínum átti ég von, en ekki þeim viðbrögðum sem þessi bók hefur fengið. Einar Már Guðmundsson hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1995. Friðrik Þór Friðriksson gerði kvikmynd eftir skáldsögu Einars, Englum alheimsins. Þetta gildir ekki sem ávísun. Við erum allir vistmenn á Kleppi. Friðrik Þór gerði líka Djöflaeyjuna eftir skáldsögu Einars Kárasonar, en þar lék Baltasar Kormákur eitt aðalhlutverkið. Jæja, hann var komin á þess að djöfla í. Þetta getur komið fyrir á bestu bæjum, að maður slísist inn í einhvern í fjölskyldunni. Baltasar gerði 101 Reykjavík eftir skáldsögu Hallgríms Helgasonar, en þar lék Hilmir Snær Guðnason aðalhlutverkið. Og þú ekki fundið neitt að gera? Nei. Eða jú. Nú? Ég gerði það með kærustuna hennar mömmu. Ha? Ég svaf hjá kærustuna hennar mömmu á gamlárskvöld. Mamma var fyrir norðan sko, á Hvammstanga. En þetta var slís, það gerist ekki aftur. Ekkert framtíðarstarf þannig. Á sumrin flykktist fólk á söngleiki. Rúnar Freyr Gíslason og Selma Björnsdóttir léku aðalhlutverk í Grís í Borgarleikhúsinu sumarið 1998. Selma varði í öðru sæti í Eurovision-keppninni í Ísrael 1999.
buða fögnuði yfir að hafa fundið fjár. Í lok 20. aldar var Björk Guðmundsdóttir ein kunnasta söngkona heims. Gera Björk innilegar hamingjóskir. Hún fékk tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs 1997. Björk fékk Gullpálmann í Cannes árið 2000 fyrir leik sinn í myndinni Dancer in the Dark. Very grateful. Thank you very much. And if you complain once more, you may climb on your feet. And if you complain once more, you may climb on your feet. Ég bara lukkunar pomfullir í núinu. Halldór Kiljan Laxness lést 1998. Þegar Íslendingar horfa aftur til 20. aldar munu þeir flestir staldra við nafn hans, ekki vegna þess að hann var nánast samtíða öldinni, heldur vegna þess að hann bar vonir hennar, þrár og drauma og jafnvel martræðir í sjálfum sér og orðaði þær af fágætri snilld. Halldór Ásgrímsson varð formaður Framsóknarflokksins 1994. Steingrímur Hermannsson varð seðlabankastjóri. Hann taldi stjórnmálastarf lærdómsríkt. Ég tel að það sé á við mörg háskólapróf, meira að segja á við doktorspróf í hagfræði. Í þingkosningunum 1995 vann Framsóknarflokkurinn góðan sigur. Þjóðvæki fékk 4 þingsæti en kvennalistinn galt afhroð. Davíð Oddsson myndaði stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks en stjórnarstefnan breyttist lítt. Hagvöxtur var samfellt á Íslandi frá 1994 til loka aldarinnar. 1997 var samið stækkun álversins í Straumsvík. Sama ár ákvað bandarískt fyrirtæki að reisa nýtt álver nálægt Grundartanga. Þetta staðfestir bara það að menn horfa núna orðið á Ísland sem svona vænlegan fjárfestingarkost og það ánægjulegt. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hafði verið stofnaður 1997 upp úr ýmsum opinberum sjóðum. Hann var seldur í áföngum 1999 og 2000. Hann sameinaðist Íslandsbanka árið 2000 og varð Íslandsbanki FBA stærsti banki landsins. Þannig að í dag var eiginlega svona karnevalstemming á Kirkjusandi og það var svona tónleikahald eins og hjá Elton John og menn tróðu upp og settu upp svona hatta og já, byrjuðu að má sjá sett hann og höfðu það mjög skemmtilegt. Tugþúsundir Íslendinga keyptu hlutabréf í Landsbankanum og Búnaðarbankanum í árslok 1999. Vegna vaxtafrelsis og margvíslegra lagabreytinga varð auðveldara að leggja fyrir til elliárana. Lífeyrissjóðir voru eldir og fólki leyft að safna lífeyri í séreignasjóðum. Skattbyrði á Íslandi var talsvert léttari en á hinum Norðurlöndunum. Alþjóðleg matsfyrirtæki fóru að setja Ísland í traustasta flokk. Samkvæmt alþjóðlegum mælingum jókst atvinnufrelsi miklu meira en annars staðar í Evrópu. Tekjuskipting var þó jafnari en í flestum aðildarríkjum efnahagssamvinnustofnunarinnar. Hvorki mér né neinum öðrum held ég hafi dottið í hug að frjáls skipan efnahagsmála gæti borið þann ávöxt á jafn skömmum tíma eins og raun hefur orðið á
á síðustu árum. Kári Stefánsson læknir stofnaði Íslenska erfðagreiningu 1997. Hann útvegaði verulegt fé frá útlendum fjárfestum til að rannsaka arfgengi sjúkdóma. Fyrirtækið varð strax umdeilt, ekki síst þar sem það ætlaði að gera miðlægan gagnagrunn með upplýsingum heilsufar fjölmargra Íslendinga. Ef ég væri af ætt sem þar sem væri arfgengi sjúkdómar sem maður vissi af, þá myndi ég bara verða himinlífandi ef ég gæti stuðlað að því með því að segja takið bara, skoðið öll genin, allt sem þið viljið, ef það væri hægt að líkna fólki og kannski á heimsvísu. Það er eitt sjúkdómur sem er allra sjúkdóma útbreiddastur á Íslandi og það er öfundsýkin. Og ég vona að Kári finni öfundargenið. Hjónin Þóra Guðmundsdóttir og Arngrímur Jóhannsson ráku flugfélagið Atlanta úr Mosfellsbæ. Arngrímur flaug einu sinni að gamni sínu í gegnum Dyrhólagatið. En flugvélar Atlanta önnuðust leiguflug allan heim, meðal annars í Arabalöndum, en þá var það sérsauma búninga fyrir flugfreyjur. Feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson höfðu stofnað Bónus 1989. Þeir keyptu Hagkaup, stofnuðu verslanir í Færeyjum og Svíþjóð og eignuðust hluti í verslunum í Bretlandi og Bandaríkjunum. Mikið snjóflóð féll á Súðavík 16. janúar 1995. Fjórtán manns fórust. Hafsteinn Númason og kona hans mistu 3 börn sín. Ég veit ekki, maður er bara tómur. Maður er dofinn. Annað snjóflóð féll á Flateyri 27. október 1995. 20 manns fórust. Við öll, þjóðin öll, munum standa með þessu fólki og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að bæta það sem bætt verður. Feikilegur eldur gaus upp í Grímsvötnum undan Vatnajökli 1996. Í kjölfarið kom hlaup þegar vatn æddi niður Skeiðarársand. Tveimur árum síðar varð aftur eldgos í Grímsvötnum. Flugleiðir höstluðu sér völl sem ferðaþjónustufyrirtæki. Ég held að það séu fá fyrirtæki í Íslandi sem eru rekin í dag með meiri myndarbrag heldur en þetta
Fyrirtæki rekið og þetta fyrirtæki skiptir alveg feikilegu máli fyrir Ísland, hefur staðsett Ísland með mjög traustum öruggum hætti hér í miðju Atlantshafinu. Útlendir ferðamenn flykktust til Íslands til að skoða náttúruna og skemmta sér. Mick Jagger heimsótti Ísafjörð og hitti þar einlægan aðdáanda, Ólaf Helga Kjartansson sýslumann. Yeah, he's been to a lot of concerts, this gentleman, I can't remember his name. He's been to like 30 concerts, he told me. So it was nice to meet, that was kind of a surprise, you know, it was really good fun. Frægur kvikmyndaleikari settist hér að. Hann var háhyrningurinn Keiko, sem leikið hafði í myndinni Free Willy. Hann var settur í kví við Vestmannaeyjar. Í 16. og síðasta sinn ávarpa ég ykkur nú, landa mína, úr þessu sæti og frá þessum stað. Þessi ár í embætti forseta Íslands hafa verið mér dýrmætur tími. Í forsetakjöri 1996 hlaut Ólafur Ragnar Grímsson flest atkvæði en 3 aðrir höfðu boðið sig fram. Forsetafrúin Guðrún Katrín Þorbergsdóttir lést aðeins 2 árum síðar. Eyjólfur hefur mikinn stökkkraft og Rúnar með langa sendingu inn og Barthes kemur út og Íslenska landsliðið í knattspyrnu gerði jafntefli við heimsmeistara Frakka 1998. Til hamingju og ég get ekki gert annað heldur en að panna þig bara hérna og hissa þig á íslensku þjóðinni. Elsku drengurinn. Svona á að gera þetta. Vala Flossadóttir vann bronsverðlaun í stangarstökki á Ólympíuleikunum í Sydney 2000. Og nú kemur hún, Vala Flossadóttir á fullri ferð og áfram nú Vala. Og Vala Flossadóttir verður og hún fyrst í stangarstökskeppni. Örn Arnarsson setti Norðurlandamet og varð Evrópumeistari í baksundi. Jón Arnar Magnússon þótti einhver fjölhæfasti íþróttamaður landsins. Jarðgöng Ólafsfjarðarmúla voru tekin í notkun vorið 1991 og undir Breiðadalsheiði og Bossheiði 1996. Ég álít að þetta sé stórt augnablik því að göng undir Hvalfjörð verða mikil samgöngubót. Hvalfjarðargöngin voru opnuð 1997, 8 mánuðum á undan áætlun. Jóhannes Kristjánsson, þú lærðir stjórnmálafræði hjá núverandi forseta lýðveldisins, Ólafur Ragnari Grímssyni. Hvað lærðurðu helst hjá honum? Já, ég get nú sagt það að ég lærði svona að það væri nú kannski best að vera svona fyrst á röngunni og svo á réttunni, tjú tralala. Jóhannes, kemur það ekki stjórnmálamönnum til góða að vera hagyrðingar? Já, þegar við ýmsar vígslur og opinberar klippingar þá kemur það sér mjög vel að koma lengra máli í færri orð. R-listinn hélt meirihluta sínum í Reykjavík í byggðarkosningunum 1998. Það er náttúrulega miklu sætari sigur að vinna þegar maður leggur verk sín í dóm kjósenda og uppsker sigur heldur en þegar maður leggur væntingar í dóm þeirra eins og var fyrir 4 árum. Menningarnótt í Reykjavík árið 2000 heppnaðist vel. Hillary Clinton, forsetafrú Bandaríkjanna, kom til Reykjavíkur 1999 á ráðstefnu konur og lýðræði. We need to support one another. We need to stand with one another and particularly to pay attention to those who are truly on the front lines of bringing about peace
and change and democracy, and often put themselves at risk in doing so. Fæðingarorlof var lengt árið 2000 og feður öðluðust rétt á 3 mánaða orlofi. Í aldarlok bjuggu 75% landsmanna á suðvesturhorninu. Ýmsum hliðum Reykjavíkurlífsins var lýst í kvikmyndum. Axel, hvað áttu heima? Hvað áttu heima? Dúfna hálfum 10! Já, ég ætla að fá hérna einkanúmerið Tóti. Tóti, það er allt gott sér til. Það er búið að frátaka það. Frátaka það? Já. Er búið að frátaka Tóti, eða? Já, eða það er sem sagt einhver komið að það á bílnum. Hvergi voru farsímar notaðir meira en á Íslandi. Og ný símafyrirtæki hófu keppni við Landsímann. Og ef ég vil hringja úr þessum síma í GSM síman minn, þá stimpla ég númerið og hringi. Bylgjurnar fara núna upp í gervihnött hérna fyrir ofan, þaðan í gervihnött fyrir ofan Ítalíu, niður í jarðstöð á Ítalíu, með venjulegri símalínu upp alla Evrópu, með sæstreng frá Þýskalandi til Íslands, þaðan í GSM-mastur sem sendir henni síman minn. Hver skyldi þetta vera? Íslendingar gerðust líka miklir tölvumenn, en notkun netsins er talsvert meiri á Íslandi en í flestum öðrum löndum. Björn Bjarnason, menntamálaráðherra, greiddi nokkrum skólum leið upp á háskólastig, þar á meðal Viðskiptaháskólanum á Bifröst og Háskólanum í Reykjavík. Grunnskólar fluttust frá ríki til sveitarfélaga. Geir H. Haarde, fjármálaráðherra, hélt áfram þeirri stefnu að afgreiða hallalaus fjárlög og greiða niður opinberar skuldir. Og ráðherrann kunni fleira en fjárlögin. Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra, sinnti mörgum erfiðum samningum veiðar Íslendinga utan fiskveiðilögsögunnar og viðskipti við Evrópusambandið. Hann samdi líka við Bandaríkjamenn tilhögun varnarsamstarfsins eftir lok kalda stríðsins. Sendiráðum Íslands erlendis fjölgaði og utanríkisþjónustan greiddi fyrir útflutningi. Víðtæk sátt myndaðist utanríkisstefnuna. Ekki voru þó allir samþykkir henni. Og í þessu umslagi er líka hlutur sem ég hefur lengi langað til að losna við. Aha. Þetta er herstöðarsamningurinn. Iceland is proud to be a member of NATO and to work together with the countries which form our unique alliance. Thank you so much. Atlantshafsbandalagið hélt upp á 50 ára afmæli sitt í Washingtonborg vorið 1999. Margrét Frímannsdóttir var kjörin formaður Alþýðubandalagsins 1995. Formannskjör var í Alþýðuflokknum 1996. Sighvatur Björgvinsson hefur verið kjörinn formaður Alþýðuflokksins. Hinnir 9 formenn beittu sér fyrir sameiginlegu framboði þessara tveggja flokka, Kvennalistans og Þjóðvaka, undir nafninu Samfylking árið 1999. Margrét Frímannsdóttir var talsmaður framboðsins. Ýmsir vinstrimenn vildu ekki taka þátt í þessu samstarfi. Sá kvennalisti sem ég var kjörinn fulltrúi fyrir er ekki lengur til. Hæstvirtur forseti, nú á ég mig sjálf. Vinstri hreyfingin Grænt framboð var stofnað 1999 og var Steingrímur J. Sigfússon fyrsti formaður þess. Þessu svokallaða góðæri þeirra hefur verið mjög misskipt og margir hópar sem eiga á brattan að sækja, öryrkjar, aldraðir, atvinnulausir, þeir hafa borið skarðan hlut frá borði og gera það enn. Í þingkosningunum 1999 bætti Sjálfstæðisflokkurinn við sig fylgi
en Framsóknarflokkurinn tapaði. Samfylkingin varð næst stærsti flokkurinn en fékk minna fylgi en vænst hafði verið. Vinstri grænir fengu 6 þingsæti og Frjálslyndi flokkurinn 2. Sverrir Hermannsson hafði stofnað þann flokk eftir að hann hafði orðið að taka pokann sinn í Landsbankanum. Ristnukostnaður bankastjórana 3 hafði keyrt úr hófi fram og Sverrir látið bankann kaupa af sér veiðileyfi í Hrútafjarðará. Samfylkingin varð stjórnmálaflokkur árið 2000 og Össur Skarphéðinsson var kjörinn formaður. Það eru gömul sannindi og ný að sé jafnaðarhreyfingin nægilega vel undir það búin að taka við stjórnartaumum, þá stendur ekki á kjósendum að leggja inn í lið. Stjórnarsamstarfið hélt áfram. Davíð Oddsson forsætisráðherra naut mikils trausts en var umdeildur. Andstæðingar hans kváðu hann ráðríkan og óvæginn en stuðningsmenn hans svöruðu að enginn forsætisráðherra hefði minnkað eins mikið eigið vald með flutningi ákvarðana frá ríkinu til einstaklingana. Sett voru ný lög til að tryggja sjálfstæði Seðlabankans en Birgir Ísleifur Gunnarsson varð aðalbankastjóri hans á eftir Jóhannesi Nordal. Ég fegin því að þegar ég loksins nú hætti í bankanum þá var nú komin á býsna frjáls peningamarkaður og jafnvel tekin upp frjáls gengisskráning. Vinnufriður var betri á 10. áratug en oft áður en verkföll sjómanna tíð. Betur horfði þorskstofninn en í byrjun áratugarins. Íslenska kvótakerfið vakti athygli erlendis þar sem Íslendingar þóttu ná góðum árangri. Það má líta á kvótakerfið sem aðferð til að úthluta hverju fiskveiðifyrirtæki fyrir sig ákveðnum landskika. Það er að segja ákveðnum fiskveiðiafla rétt eins og bóndi fær landskika. Og þennan landskika eða þennan kvóta reynir fyrirtæki síðan að nýta sér á sem allra bestan hátt, vera ekki með ómikla sókn, ekki eyða ómörgum veiðdögum í það, veiða aflann þegar auðveldast er að veiðan, þegar markaðsaðstæður eru bestar, vera ekki með á skip og svo framvegis. Og allt þetta í sameiningu þýðir síðan það að heildaraflinn verður tekinn, hinn leyfilegi heildarafli verður tekinn á sem allra hagkvæmastan hátt. Kvótakerfið var þó umdeilt. Svokölluð auðlindanefnd skilaði áliti árið 2000 og lagði til að kvótakerfið stæði áfram en útgerðarmenn greiddu hóflegt gjald fyrir kvótana. Útgerðarmenn kváðust sætta sig við þetta svo að friður gæti orðið kvótakerfið. Allar líkur eru á að eldgos, sé að hefjast í Heklu eftir stundarfjórðung. Tilkynningum þetta var að berast frá almannavörnum. Og jarðeðlisfræðingarnir sem höfðu varað almannavarnir við reyndust sannspáir. Hekla gaus 17 mínútum síðar. Á þjóðhátíðardaginn 2000 kom Suðurlandsskjálftinn sem lengi hafði verið yfirvofandi. Nokkrar skemmdir urðu á mannvirkjum en enginn týndi lífi. Sumarið 2000 var haldið upp á 1000 ára afmæli landafunda íslenskra sæfara í Vesturheimi. Íslenskir íþróttamenn fóru líka í Víking. Ólafur Stefánsson þótti eitt snjallasti handknattleiksmaður heims. Eyjólfur Sverrisson var sigursæll atvinnumaður í knattspyrnu. Eiður Smári Guðjónsson komst í röð bestu knattspyrnukappa Englands. Þess var minnst á Þingvöllum sumarið 2000 að 1000 ár voru liðin frá því að kristni var tekin upp á Íslandi. Í árslok 2000 voru Íslendingar 283.000. Í upphafi 20. aldar höfðu þeir verið fátækasta þjóð Vestur-Evrópu. Í lok aldarinnar voru þeir orðnir ein ríkasta þjóð heims miðað við landsframleiðslu á mann. Íslendingar voru komnir í fremstu röð.